Já, þetta var Lee Buchheit og eins og ég sagði þá hverfur hann nú líklega út úr myndinni svona smátt. Ég heyrði nú, maður heyrði ekki að hann ætlaði að taka sér frekara verkefni í þessu máli, enda þetta núna að fara í dóm kjósenda á Íslandi næsta laugardag og þau eru hjá mér hérna, Reimar Pétursson lögmaður og Dóra Sif Tínes lögmaður. Þau hafa verið öndurum með í þessu máli. Reimar er svona einn af neysinunum og ég hygg að þú standir í jáinu. Ég ætlaði nú bara að ég fékk ykkur hingað til þess að fá viðbrögð á þetta viðtali. Ég taldi eðlilegt að Buchheit kæmi og skýrði út samningi. Það var hann sem bjó til þennan samning. Þetta er fyrst og fremst samningurinn hans og hann stendur náttúrulega á fellu með honum. En það er ekki það með sagt að allt sem hann segir sé heilagur sannleikur. Þannig að ég ætlaði að reyna að gefa ykkur kost á því að svona bregðast við því sem hann var að segja. Já, mér fannst þetta áhugavert viðtal og hann skýri sína hlið á málinu nokkuð vel. Það sem að mér fannst kannski vanta dálítið upp á er að mér finnst áhættan sem að menn eru að greina af því að fara þessa svokölluðu dómstólaleið. Mér finnst menn einhvern veginn ekki greina það til enda. Það er til dæmis þannig að núna liggur nokkuð vel fyrir hvernig skaðabótaskylda ríkja samkvæmt EES-samningnum og það er alveg ljóst að eins og EFTA-dómstólinn hefur verið að dæmi í þeim málum að þá er það þannig að það eru íslenskir dómstólar sem eiga loka orðum það hvort að ríkið sé bótaskylt. EFTA-dómstólinn hefur reyndar sagt hver skilyrði bótaskyldu eru og svo framvegis. Og mér finnst alltaf vanta mikið upp á þegar menn eru að ræða þetta að greina dálítið á milli þess hvort að í einhverjum ítrasta skilningi hefur verið brotin EES-regla og fjalla þó frekar það hvort að bótaskylda sé til staðar. Þetta eru tvær óháðar spurningar. Og svo finnst mér líka vanta upp á að menn fjalli þá það hvaða bætur myndi íslensku dómstól dæma og hvaða vexti myndi hann nota og ég tók eftir því að Lee Buchheit fjallaði bara ekkert það í sínu mál sem að mér finnst náttúrulega vera svona mikill galli á þessu og mín skoðun á þessu hefur sýnt það að jafnvel þótt allt færi á vestaveg sem ég tel reyndar að sé mjög ólíklega niðurstaða að þá séum við hugsanlega betur sett að tapa málinu algjörlega og líka varðandi þær innistæður sem eru þarna heldur með því að taka á okkur þessa gríðarlegu áhættu sem er fólkin í þessum samningi. Já. Þannig að mér finnst menn svona dálítið horfa fram hjá þessu. Dóra? Já, þarna greinir okkur Reimar náttúrulega á að mér þykir og ég er sammála mati Lee Buchheit það. Mér þykir áhættan af dómstólaleiðinni vera óásættanleg og ég byggi það í fyrsta lagi á því að til dæmis höfum við þá ekki forræði á kröfugerð vegna sem við erum til varnar. Hvort sem við erum að tala samningsbrotamál fyrir EFTA-dómstólnum eða hugsanlegt mál vegna skaðabótaskyldu fyrir íslenskum dómstólum að þá er kröfugerðin, hún er í höndum stefnanda. Þannig að við höfum ekki forræði á því hvernig það mál verður lagt fyrir. Til dæmis varðandi samningsbrotamálið að þá er ESA bara búin að opna máli með því að senda þetta áminningabréf. Það er ekkert sem að kemur í veg fyrir að stofnunin geti sendt annað áminningabréf og útvíkka þann málagrundvöll ef að málið er að stefna þá leið. Hins vegar virðist stofnunin hafa haldið að sér höndum vegna þess að menn hafa verið í þessu samningaferli og jafnframt lýst yfir að verði málinu lokið með samningum að þá mun hún ekki aðhafast frekar í þessu máli. Þannig að óvissan hvernig það mál verður lagt upp, ef við horfum bara á EES-vinkilinn, hún er vissulega fyrir hendi. Að samaskapi þá er ég ekki alveg sammála því að við séum ekki að taka svo mikla áhættu með því að fara með máli þessa skaðabótaskyldu leið fyrir íslenskum dómstólum. Vegna þess að við verðum að muna það að reglan skaðabótaskyldu ríkisins vegna brota gegn EES-samningnum er EES-regla. Þannig að ef að íslensku dómstóll dæmir einhvers konar heimadóm í málinu sem að maður hefur heyrt svolítið fleygt að það verði heimadómar. Já, það verði bara svona einhvern veginn engin skaðabótaskylda og allt sett til hliðar. Þá kann það að vera sjálfstætt brot gegn EES-samningnum. Þannig að hvernig svo sem að við förum með þetta mál fyrir dómstóla, þá endum við alltaf í því að þetta álitaefni snýst hvort að við séum að ganga í takt við skuldbindingar okkar samkvæmt EES og hvaða afleiðingar það kann að hafa.
En erum við ekki alveg sammála Buchheit það að við erum komin á endastöð í samningaleiðinni? Að þetta snýst samning eða dóm í raun og veru? Ég held í raun og veru að það sem og þess vegna tel ég að við að segja nei. Ég tel að það séu það margar hindranir sem að Bretar og Hollendingar þurfa að komast í gegnum til þess að fá einhvers konar viðurkenningu og greiðsluskyldu íslenska ríkisins. Að það sé alveg kjörið fyrir okkur að byrja bara á því að leyfa þeim að sjá hvort þeir komist yfir þær að einhverju marki og þreyta það á því. Svo getur vel verið að þeir eru orðnir þreyttir og þetta gengur ekki vel hjá þeim að þeir vilji koma og reyna að semja eitthvað. En ég held að við eigum bara endilega að gera það vegna þess að jafnvel þótt þeir kæmust í gegnum allar hindranir og á endanum fengjum viðurkenningu fyrir bótaskyldu út af öllum innistæðunum. Að þá væri það samt þannig þegar þeir væru komnir á þann tímapunkt að niðurstaðan af því tel ég að væri viðráðanleg. Þannig að vegna þess að það myndi þá vera íslenski dómstólar og ég reyndar ekkert að segja að það sé ykkur heimadómur, það er bara dæmt í samræmi við þær reglur sem að EES-samningurinn leggur til en segjum að við myndum tapa því að þá myndi það náttúrulega samt vera mæling tjónsins og vaxta ákvörðun og allt slíkt myndi verið í höndum íslenskra dómstóla og eins og íslensk lög líti út í því þá myndi alltaf verða að draga frá forgangskröfurnar í Landsbankanum þannig að við þyrftum þá alltaf að borga bara einhvers konar mismun í krónum og ég get ekki séð að við getum nokkru sinni lent í vandræði með það en í samningnum sem þarf auðvitað alltaf að bera þetta saman við þar erum við að takast á hendur skyldu til þess að greiða í erlendri mynt fjárhæðir sem eins og Buchheit sagði hann gat ekki einu svona nefnt ytri mörkin þar að segja að þetta algjörlega ótakmörkuð skylda og það ekkert þak á henni Þetta líti út fyrir að vera 30 milljarðar núna, 30 eða 32 milljarðar, það væri það var nýjasta mat en þegar þú spurði hvað gæti þetta hugsanlega orðið að þá sagði hann að hann gæti sjálfur sér ekki nefnt neina sérstaklega tölu sem ytri mörk. Hvað segir, er þetta möguleiki í stöðuna og hvaða afleiðingar myndi það hafa nei og fara þess að leiða að í rauninni Bretar og Hollendingar þurfa að sækja þetta og eins og Reimar segir það eru ýmsar hindranir þar í veginum? Já, sko ég get nú ekki séð að þær séu svo miklar. Sko í fyrsta lagi þá eins og við töluðum áðan þá verðum við að gera greinarmun á milli þessara tveggja leiða þar að segja þetta samningsbrotamál sem að myndi vera rekið fyrir EFTA-dómstólnum og svo mál vegna skaðabótaskyldu fyrir íslenskum dómstólum. Við erum með ansi skýr fordæmi skaðabótaskylduna. Fyrsti dómurinn frá EFTA-dómstólnum með fyrsta álitið skaðabótaskyldunu var íslensku máli þar sem að konan okkur fékk ekki bætur úr ábyrgðasjóði launa vegna þess að íslenska ríkið hafði innleitt tilskipun ranglega og nú þessi kona fór fyrir dóm hér á landi og hún fékk einfaldlega dæmdar bæturnar sem hún ellegar hefði fengið úr ábyrgðasjóðnum ef innleiðingin hefði verið rétt. Þannig að ég get ekki séð að þarna sé einhver stórkostlega flókið sönnunar dæmi fyrir hendi. Álitað efni myndi væntanlega snúast eins og hann Buchheit nefndi, hvort að það væri lágmarkstryggingin eða hvort að það væri sko öll upphæðin þá á grundvelli þessara óbeinu mismunar. Þannig að ég held að það sé engar sérstakar hindranir fyrir menn að sækja þessi mál, hvort sem við búum í réttarríki þar sem að menn eiga aðgang á dómstólum. En í raukinu því að Bretar og Hollendingar munu jafnvel ekki vilja það vegna þess að öll þessi innistæðu kerfi þau séu svo viðkvæm og svo og eins og ég reyndar Buchheit svaraði þessu náttúrulega að það væri dálítið annað með innistæðu eigendur og þetta væri pólitískt mál reyndar sagðan en þetta er samt staðreynd að það eru öll þessi kerfi eru svona einhvern veginn að hanga bara í loftinu núna. Ég held að það sé kannski ofmat. Ég held reyndar að það sé þannig að ef maður horfir bara á lögin og lagalega ferlið í þessu að þá er það náttúrulega þannig að við skulum ekki gleyma því að við getum unnið mál. Mér finnst menn alltaf tala þetta eins og við munum bara alltaf tapa málinu. Ef við myndum til dæmis bara vinna mál fyrir EFTA-dómstólnum það að það hefði ekki átt sér staðið samningsbrot þá blasir við að við myndum aldrei þurfa að fjalla frekar kröfur Hollendinga og Breta. En jafnvel þótt við myndum tapa málinu þar þá skilyrði bóta það
að það hafi átt sér stað það sem að heitir hjá EFTA-dómstólnum nægjanlega alvarleg vanræksla og það náttúrulega með því verið að segja að ríkin hafa svigrúm til þess að brjóta reglur og það til dæmis dómaframkvæmd fyrir því að ef það eru mjög knýjandi aðstæður þá skiptir það miklu máli. Þannig að það ákveðið svigrúm til þess að brjóta jafnvel reglur á neyðartímum og svo framvegis og það þyrfti að fjalla það sérstaklega og það bara nýkomin úr prentsmiðjunni dómur frá EFTA-dómstólnum það hvernig eigi að túlka þetta skilyrði og dómstóllinn hefur þar ítrekað það sé íslenskur dómstóll sem að þurfa að dæma það á endan. Já, en menn talar náttúrulega í því sambandi að láta þetta fara svona, það sé áhætta. Hann var mjög skýr á því að það væri þarna þessi áhætta á því að við þurfum að borga stærri fjárhæðir en ella. Já, eins og Reimar segir að þá getur náttúrulega enginn fullyrt fyrirfram hvort að mál vinst eða tapast. Það ekki nokkuð mannlegum mátur sem hefur það í hendi sér. Það á eftir að reka málið. Hins vegar að mínu viti skynsamlegast þegar að menn standa frammi fyrir því hvort þeir vilji semja sig frá máli eða hvort þeir vilji láta það reyna fyrir dómstól að menn taki til skoðunar alla áhættuna sem undir og menn hugsi sem sér, hérna versta sviðsmyndin sem ég stend frammi fyrir, hérna samningurinn, þessi áhætta sem að þarna á milli, hún ásættanleg fyrir mig og þess vegna tel ég að það sé heppilegra að ljúka þessu máli með samningum núna vegna þess að ég tel hreinlega að vera of mikla óvissu í þessari dómstólaleið. Bara klára þetta fyrir mig í smá samkvæmisleik. Reimar, kostir þess að segja nei? Já, kostirnir eru náttúrulega þeir og mér finnst þetta þeir sem að tala það að þeir að segja já, mér finnst þeir alltaf horfa fram hjá þeirri miklu áhættu sem fólkin í samningum. Og ef það væri þannig að það væri samningur sem fæli bara í sér ykkur eingreiðslu og menn sæju allir botn svo málið væri búið, þá hugsa ég að margir myndu horfa til þess með einhvers konar ánægju í augum. Og þú ert að tala áhættuna þá við íslenska gengið og við endurheimturnar úr bankanum. Já. Og ef við segjum nei, þá erum við bara einfaldlega að segja að það þarf að úrskurða það hvort við séum yfir skyld til þess að borga þetta. Við erum með ágætismál þar og ef það fer allt á versta veg, þá tel ég að við munum vel ráða við það, jafnvel þótt að ítrustu kröfur myndu falla okkur í óhag. Og þess vegna augljóst að við höfum í raun og veru enga að tapa með því að segja nei, en við höfum alltaf að vinna. Já, ég segja á móti, við höfum ansi miklu að tapa og kostirnir við að segja já, finnst mér vegna þess að þessi áhættuþættir sem að Reimar nefndi í raun og veru til staðar í málinu óháð því hvaða leiði farin. Það að segja óvissa með gengi og þessa efnahagslegu þætti. Þannig að það áhætta sem við stöndum bara frammi fyrir með til dæmis okkar veikburða gjaldmiðil. En kostirnir tel ég vera tvímælalaust að vera búin að koma málinu í þennan farveg, að vera búin að ná sátt við okkar nágrannaþjóðir og komast á einhvern stað þar sem við getum haldið áfram með að byggja upp þetta samfélag. Og ég held að óvissan sem fylgir því að vera í réttarsölum í fleiri ár til viðbótar hafi gríðarlegar afleiðingar fyrir íslenskt samfélag. Já, við höfum vist að slíta þessu. Þetta staðan þannig ég heyrði í konu sem var að hugsa að flýta sér á kjörstað í dag af því hún var svo hrædd að hún myndi skipta skoðun á morgun. Og ég held að það sé nú þannig með marga í þessari stöðu. Ég skal segja, í gær var ég alveg vissum að jái myndi vinna, í dag ég ekki, ég vissum að í dag hef ég hallast flekkar að því að nei myndi vinna. Ég veit ekki hvernig þetta verður á morgun. Það mikil óvissa í þessu, en ég ætla að segja frá því að við verðum hér með næsta sunnudag, þá dagurinn eftir atkvæðagreiðsluna og þá á ég von á formönnum stjórnmálaflokkana hingað í settitími. Það verður á eftir sérstökum fréttatíma sem að fréttastofan með klukkan 12:30 á sundaginn og svo tekur við Silfrið með formönnum stjórnmálaflokkana og líklega einhverjum sem að segja skoðun sína á niðurstöðunni, hvort sem verður já eða nei. Reimar, Dóra, takk fyrir að koma í þáttinn. Búið í dag.